annað.
Góðan daginn, gott fólk. Nú hefst 72. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í Þingey, 50. 22. janúar og klukkan 13:00 sléttar. Fundinn sitja Anna Bragadóttir í forföllum Gerðar Sigtryggsdóttur, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónýsson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir sem sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu svið sem einnig ritar fundargerð. Hér gerir eitthvert ykkar athugasemdir við boðun hundarins, svo ekki, og þá ætla ég að fá að bæta eftir töldum lið inn á dagskrá með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka fundargerð fræðslu og velferðarnefndar frá 20. janúar á dagskrá fundarins, vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fyrsti liður á dagskránni er ungmennaráð fundargerð fyrir sveitarstjórn liggur fyrsta fundargerð ungmennaráðs Þingeyjarsveitar frá 29. desember 2025 til staðfestingar. Þar ber helst að geta að ungmennaráð skorar á sveitarstjórn að láta yfirfara leiktæki og útisvæði við grunnskóla Þingeyjarsveitar með það að markmiði að lagfæra það sem úr sér er gengið, þannig að öryggi nemenda sé ekki ógnað við notkun tækjanna. Ég ætla að fá aðeins að renna það sem helst var annað á dagskrá fundargerðarinnar var að farið var yfir bæklingi UNICEF ungmennaráð og kosin og einnig var á dagskrá kosning formanns og varaformanns en þeim var frestað. Ákveðnir voru fundartímar og tekin fyrir erindi frá SSNE varðandi ungmennaþing og svo áðurgreint erindi undir önnur mál varðandi félagsmiðstöðvar útifrímínútur og leiktæki og þar á meðal þessi áskorun til sveitarstjórnar varðandi leiktæki. Vill einhver taka til máls fundargerðina? Svo er ekki. Með leyfi oddvita þá ætla ég að láta þess getið að gengið hefur verið frá kaupum á leiktækjum í samráði við skólastjóra, þannig að þetta máli hefur aðeins bifast. Þá hljómar bókunin svona sveitarstjórn staðfestir fundargerðina, þau kannski geta samþykkt þessa bókunin sem ég merki, samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður er atvinnu- og nýsköpunarnefnd, fundargerð 25. fundar frá 12. janúar, fundargerðin í 3 liðum og liður 3 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar og er sér liður á fundinum. Arnór, það þarf að fara í fundargerðina. Já, oddviti, á þessi fund var haldinn 12. janúar og fundinn sátu Sofía Kristín Jónsdóttir, Snæþór Haukur Sveinbjörnsson, Arnór Benónýsson og Jón Þórólfsson og starfsmaður fundarins og ritaði fundargerð var Margrét Hólm Valsdóttir. Nú, eins og framkom hjá oddvita voru 3 liðir á dagskrá. Það var fyrst búnaðarstyrkur minka og refaveiðimanna og það lágu fyrir nefndinni beinir búnaðarstyrki frá 3 refa- og minkaveiðimönnum en samkvæmt nýsamþykktum úthlutunarreglum geta veiðimenn sótt slíka styrki til sveitarfélagsins. Í ár er gert ráð fyrir 250.000 í úthlutun á fjárhagsáætlun. Nú samþykkt að skipta þeim fjármunum sem til ráðstöfunar eru í 3 jafna hluta, þannig hljóða bókunin, skila þarf inn kvittunum fyrir tækjakaupum við útgreiðslu styrks. Og þessi bók var samþykkt samhljóða. Og þá er annar liður, það er kjarni atvinnustarfsemi. Fyrirhugað er að koma fjölbreyttri atvinnustarfsemi á í Kjarna og Laugum en það húsnæði hefur staðið autt frá því að sveitarfélagi flutti starfsemi sína úr Kjarna haustið 2024. Nú það var lagt fram minnisblað hugsanleg tækifæri til nýtingar húsnæðisins og nefndin lýsir ánægju sinni, þannig hljóða bókunin, með það að verið sé að koma starfsemi af stað í húsnæðinu og leggur áherslu á við sveitarstjórn að sótt verði í þá sjóði sem styðja við fyrirhugaða uppbyggingu á sviði þjónustu og heilbrigðismála. Þetta var samþykkt samhljóða og þá er 3. liður 2G og 3G útfösun en eins og framkom hjá oddvita er þessi liður sér mál á dagskrá fundarins þannig að ég fer ekki nánar í það. Takk.
Takk fyrir þetta. Vill einhver taka til máls eitthvað varðar þessa fundargerð? Svo ekki. Þá hljóðar bókunin svo: sveitarstjórn staðfestir fundargerðina. Þau sem geta samþykkt þessa bókunin skal gefa merki. Samþykkt samhljóða. Mál númer 3 á dagskrá fundargerð skipulagsnefndar frá 45. fundi 14. janúar og fundargerðin í 9 liðum og engir liðir þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég ætla að renna aðeins yfir þessa fundargerð. Þetta eins og áður sagði fundur haldinn 14. janúar. Fyrsta mál á dagskrá var yfirlit yfir skipulags- og byggingamál 2025, þar sem að skipulagsfulltrúi og byggingafulltrúi kynntu fyrir okkur svona það sem samantekt helstu fjöldamála var síðast ári. Á árinu 2025 voru haldnir 13 fundir í skipulagsnefnd með samtals 139 fundarliðum auk 4 vinnufunda vegna aðalskipulagsvinnu. Í skipulagsgátt opnaði þingið sig 39 mál og þeim flestum lokið. Veitt voru 14 framkvæmdaleyfi, 15 byggingaleyfi voru grenndarkynnt, gerð var 1 óveruleg breyting á aðalskipulagi og 6 breytingar á deiliskipulagi, þar af 5 óverulegar. Hafin var vinna við töln í deiliskipulag ferðamannasvæðis við Aldeyjarfoss, Ingvarafoss og Hrafnabergafoss í Skjálfandafljóti, deiliskipulag Lauga. Auk þess var auglýst endurskoðað aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2024 til 2044. Útgefin byggingaleyfi voru 48 og 5 leyfi til niðurrifs og lokaúttektir voru 14. Vakin athygli á því að nú hægt að sækja rafrænt skipulags- og byggingamál hjá sveitarfélaginu gegnum þjónustugátt sem finna má á heimasíðu Þingeyjarsveitar. Skipulagsnefnd bókaði þannig undir þessum lið að hún vekur athygli á því að að ræða mikla fjölgun mála og þakkar starfsfólki kynninguna og fyrir þeirra góðu störf á liðinu ári. Lið númer 2 aðalskipulag Norðurþings auglýsing tillögu umsögn þar sem Norðurþing óskar eftir umsögn Þingeyjarsveitar við aðalskipulag Norðurþings. Það sem við gerum þegar við fáum tillögur til umsagnar þá fyrst og fremst verið að horfa til það sem mörk liggja saman og þeir liðir sem snúa beinlínis að afmörkun. Við skiptum okkur svo sem ekki að því hvað aðrir hreppar að gera beinlínis, en það hefum kannski nóg með okkur. Skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við auglýsta tillögu og lið númer 3 aðalskipulag Múlaþings 25-45 auglýsing tillögu það sem Múlaþing óskar eftir umsögn Þingeyjarsveitar við auglýsta tillögu og það var sama þar yfirfarin mörk, sveitarfélagamörk og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við auglýsta tillögu. Mál númer 4 er tilkynning vegagerðarinnar vegna fyrirhugaðar niðurfellingar vegaskrá. Það sem fyrir skipulagsnefnd liggur til kynningar afrit af bréfum er að varða niðurfellingu vega. Niðurfellingin gildir Staðarhólsveg þar sem hann verður felldur út af vegaskrá og svo tilkynning varðandi Vaðsveg þar sem hann tilkynntir að hann uppfyllir skilyrði og verði ekki felldur út af vegaskrá. Þetta lagt fram til kynningar. Leið númer 5 er einnig tilkynningum fyrirhugaðar niðurfellingar vegaskrá. Fyrir skipulagsnefnd liggur erindi frá vegagerðinni umniðurfellingu vegaskrá. Niðurfellingin gildir Hafralækjarskóla veg nr. 8525/01 og Stórutjarnaveg 8658/01. þar sem í bréfi frá 22. september er kynnt niðurfellingu ofangreindra vega frá og með áramótum. Afsakið. Bókun nefndarinnar hljóðar svo. Í bréfi vegagerðarinnar dagsettu 22. september 2025 er tilkynnt niðurfellingu ofangreindra vega frá og með áramótum. Svör við athugasemdum nefndarinnar sem send voru til vegagerðarinnar 19. desember skipulag og ástand vegana hafa ekki borist. Nefndin gerir verulega athugasemd við framkvæmd niðurfellingarinnar og stutts fyrirvara og felur starfsmanni að ýta eftir svörum svo hægt sé að vinna málið áfram. Næstu liðir eru merkjalýsingar annars vegar fyrir Ófeigsstaði, það sem er tekinn fyrir umsókn frá Sigurbjörgu Einarsdóttur stofnun lóðar fyrir fyrirhugaða dreifistöð að Ófeigsstöðum, það sem fyrir liggur merkjalýsing og bókun nefndarinnar er að skipulagsnefnd samþykki stofnun lóðarinnar að Ófeigsstöðum og felur byggingafulltrúa annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir og telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samkvæmt 6. grein jarðalaga nr. 81 frá 2004. Mál númer 7 er Langholt.
þar sem Gunnar Ingi Jónsson skilar henni merkjalýsingu fyrir viðbót við Langholt úr landi Lauta og Hóla. Nefndin bókar á þann hátt að hún samþykkir afmörkun Langholts og felur byggingafulltrúa annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir og nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar, Lauta og Hóla, samanber 7. grein jarðalaga nr. 81/2004. Mál nr. 8 Steinkirkja, þar sem merkjalýsing er afmörkun á landi, þar sem tekinni fyrir umsókn frá Gunnari Halli Ingólfssyni stofnun lóðar á Steinkirkju. Fyrir liggur merkjalýsing og ekkert deiliskipulag í gild á svæðinu. Nefndin bókar þannig að hún samþykkir stofnun lóðarinnar að Steinkirkju og felur byggingafulltrúa að annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir Nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samanber 7. grein jarðalaga nr. 81/2004. Síðasta mál á dagskrá eru Hólmar, afmörkun og merkjalýsing, þar sem tekin fyrir umsókn frá Hákoni Jensinni fyrir hönd dánarbús Hjördísar Sigríðar Albertsdóttur afmörkun og stekkun á lóðinni Hólmar. Ekkert deiliskipulag í gild á svæðinu og nefndin bókar svo eins og áður. Skipulagsnefnd samþykkir afmörkun lóðarinnar Hólma og felur byggingafulltrúa að annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir Nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar samanber 7. grein jarðalaga nr. 81/2004. Svo morgur þau orð. Þá er komið að næsta, vill einhver taka til máls eitthvað varðar. Já, dóna. Þetta var svo ægilegur lestur hér Knútur að maður var, eins og ég segi, það sem ég langaði til þess að fjalla eins þarna eru vinnubrögð Vegagerðarinnar sem að við svona stöldrum svolítið við í skipulagsnefnd og langar kannski að bara skýra eins betur út. Það sem að við hefum orðið býsna kunnugt því að ef að einhver flytur lögheimili þá er Vegagerðin fljót til að fella niður vegi af vegaskrá en það sem að, og við höfum svo sem séð það ágætlega og stundum hefur þetta bara krafist ákveðnar leiðréttingar og spurningin þess og við hvetjum fólk til þess að fylgjast bara vel með og til þess að fylgjast að athuga það að einhverjum tilfellum hefur bara þurft að gera leiðréttingar og þá þarf að sækja aftur að koma vegum inn að vegaskrá en það sem er svo í gangi núna og skipulagsnefnd gerði verulega athugasemdir við var að það sé verið að fella niður vegi innan þéttbýlis samkvæmt skilgreiningu aðalskipulags Þingeyjarsveitar þess gamla og þar með er verið að fella niður vegi að vegaskrá sem liggja að heimilu fólk sem er ekki eins og innan þéttbýlisins eins og á Stórutjörnum og við höfum óskuðum þarna svara, það kann að vera að þau hafi borist það var unnið að þeim en engu síður voru veginni felldir út og maður svona velti fyrir sig sko, hver er tilgangurinn og erum við ekki öll í þessu saman að halda upp í vegakerfi og vegagerðin sé veghaldari og sjá til þess að séu vegi til fólks þannig að mér finnst þetta bara furðulegt. Takk fyrir það Jóna, tek undir þetta. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er bókunin þannig að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina þau sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skeiðmerki, samþykkt samhljóða. Lið nr. 4 er umhverfisnefnd fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 32. fundar umhverfisnefndar frá 15. janúar. Fundargerðin er í 6 liðum, liður 5 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og er því sér liður á dagskrá fundarins. Árni Pétur ætlar að fara yfir fundargerðina. Oddviti og geta sveitarstjórnar fólk. Nú, umhverfisnefnd hélt fund og fyrsti liður á dagskrá var úrvinnslusjóður, það er skilagrein umbúðasöfnun. Það er nú býsna gott mælaborð inn á umhverfisstofnun, það sem er hægt að sjá sko, hvað það er sem fellur til í hvaða flokkum. Og það breyttist nú reglu fyrir nokkrum árum þannig að sveitafélögin sem sagt fá greiðslurnar úr úrvinnslusjóði en það náttúrulega fer eftir mælingu þess sem er að hirða til okkar sorpið. Og þetta var bara kynning á þessu og nefndin þakkaði kynninguna. Annar liður, Stekkjavík, urðun og meðhöndlun úrgangs. Þetta er skýrsla frá Norðurá samantekt úrgangs í Stekkjavík 2025 og lögð fram til kynningar. Þetta nú aðeins hefur lítið fyrir okkur að segja þar sem að við vorum alls ekki talin sérstaklega upp en þessar tölur ættu nú að liggja fyrir þar sem að sorpið er náttúrulega sérstaklega sótt til okkar en okkur grunnar og okkar tölur lendi einfaldlega undir Akureyri vegna þess að fyrir gegnum stöðina þar
og bókun nefndarinnar var að nefndin þakkar kynninguna en þykir miður að Þingeyjarsveit sé ekki aðgreint sérstaklega eins og önnur sveitarfélög. Nú, þriði liður er sorpbirgða 2025 útboð og þarna var farið yfir sem sagt stöðu sorpbirgða útboðsins og það er því miður ekki á alveg nógu góðum stað, það er ekki, og gögnin eru ekki orðið nógu klár þannig að hægt sé að hefja útboðsferli en það er bara verið að vinna að því hörðum höndum að bæta þar úr og bókun nefndarinnar var, nefndin þakkar kynninguna en lýsir yfir vonbrigðum sínum með hversu hægt hefur gengið að útboðsgögn verði klár. Fjórði liður, lífræn úrgangur kynningarátak. Það er auðvitað við þessar breytingar sem að fyrirsjáanlegar er nokkuð ljóst að við þurfum að búa til býsna vandað kynningarefni það hvernig sorpið breytist í sveitarfélaginu okkar. Það sem að útboðið er nú ekki ennþá komið að stað, þá kannski liggur ekki alveg jafn mikið á í þessum málum eins og við hefðum vonast til, en þarna var lagt fram kennslumyndband frá Rakel Hinriksdóttir moltugeravélar og nefndin þakkaði fyrir kynninguna og leggur áherslu á að vanda þar kynningaefni til íbúa þannig að það sé bæði skýrt og leiðbeinandi. Kynningaefni þarf að vera heimasíðu sveitarfélagsins, samfélagsmiðlum og í bréfpósti til íbúa. Og það er bara verið að vinna að því að búa til þessi gögn. Og 5. liður er moltugeravélar verðfyrirspurn. Þetta er sérliður sem verður tekið fyrir á eftir, þannig að ég hleyp yfir hann. Og svo er vonandi komin endapunktur á 7. lið sem er Kollóttaalda á Hólasandi, úrbætur vegna urðunarstaðar. Og það er sem sagt fyrir umhverfisnefnd liggur bréf og eftirlitsskýrsla frá umhverfis- og orkustofnun vegna reglabundins eftirlits urðunarstaði Kollóttu og Hólasandi sem fór fram 19. september síðastliðinn. Það er náttúrulega verið að loka þessum urðunarstað og þeir vinna eftir einhverjum alveg sérstaklega skemmtilegum verðskrám þarna hjá umhverfis- og orkustofnun, þannig að það er nú ekki ókeypis að fá það í heimsókn, þannig að við erum að vona að þetta er lokaúttekt, þannig að við vonum að það verði þá endir á þessu máli. Nefndin þakkar kynninguna og fagnar því að þessu lokið var bókun nefndarinnar. Takk að þér fyrir. Þakka þér miklu frekar. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Svo er ekki. Þá liggur fyrir fundinum næsti liður sem er fundargerð 20. Já, fyrirgeðu, afsakið. Ég er að reyna að flýta mér, það er að standast tímamörk. Til að bókun er því bara sveitarstjórn staðfestir fundargerðina, þau ykkar sem geta samþýtt þessa bókun í sem að skeiða merkið það samþýtt samhljóða. Liður númer 5 er fundargerð 28. fundar íþrótta og tómstunda og menningarnefndar frá 13. janúar. Hún er í 4 liðum, liðir 3 og 4 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar og því sérliðir hér á fundinum. Eyþór Kári ætlar að koma að kynna fundargerðina. Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Fyrsta mál á dagskrá íþrótta, tómstunda og menningarnefndar var ungmennafélagið Efling umsókn styrk vegna leiksýningarinnar Ólafía. En það var þannig að þau sóttu styrk í síðustu menningaúthlutun en það klikkaði eitthvað ferlið og sú umsókn barst ekki til nefndarinnar og ITM nefnd bókaði að vegna mistaka í umsýslu við umsókn og afgreiðslu menningarstyrks til nefndarinnar. Við síðustu úthlutun vísar nefndin umsókninni til fyrri úthlutunar menningarstyrkja ársins 2026, þannig að þessi umsókn verður tekin fyrir í vor. Annar mál á dagskrá var ársreikningur og starfsskýrsla Mývetnings fyrir árið 2024 og nefndin kynnti sér þessa skýrslu og ársreikning og þakkaði Mývetningi fyrir. Þriðja mál á dagskrá eru samningar við ungmenna íþrótta og æskulýðsfélög þar sem að verkefnastjóri er að búa til drög að samræmdum samningum við íþróttafélögin og verður fjallað meira hérna á eftir. Nefndin bókaði, verkefnastjóri lagði fram drög að samstarfssamningi, nefndin leggur til smávægilegar orðalagsbreytingar en samþykkir drögin að öðru leyti og vísar þeim til sveitarstjórnar til afgreiðslu.
Fjórða mál á dagskrá var hvati rafrænn frístundastyrkur. Og það mál verður líka til umræðu hér á eftir, en nefndin bókaði að nefndin leggur til við sveitarstjórn að gengi verði til viðræðna við Abler innleiðingu rafræns frístundastyrks og hann verði innleiddur sem fyrsta árinu 2026. Rafrænt frístundastyrkur mun auka nýtingu styrksins og einfalda utanumhald fyrir bæði notendur og starfsfólk sveitarfélagsins. Og þetta var langur fundur og honum var slitið klukkan 5. Takk fyrir þetta. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Svo ekki. Þá hér til að bókun sveitarstjórn staðfestir fundargerðina. Þau kannski geta samþykkt það við selskeiði merkið, samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskrá fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 32. fundar fræðslu og velferðarnefndar frá 20. janúar. Fundargerðin í 6 liðum og engir liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ragnhildur, gjör það svo vel. Já. Óttutir. Já, það voru sem sagt engi liðir sem þarfnast afgreiðsluna. Ég ætla nú bara rétt að renna yfir þennan 32. fund fræðslu og velferðarnefndar. Fyrsta mál á dagskrá var áframhaldandi umræða Janusarverkefni sem heilsuefling eldri borgara. Og fyrir fræðslu og velferðarnefnd liggur tilboð frá Janus heilsueflingu vegna heilsueflingar eldri borgara. Kannski einhver eitthvað muni ekki, en markmiðin eru að viðhalda og bæta heilsu og þol, bæta hreyfifærni, hjálpa fólki að aðstoða fólki að búa lengur heima og aðstoða sveitarfélagi við að efla heilsu og lífsgæði eldri aldurshópa. Við fengum sem sagt 3 tillögur og okkur leist afar vel á eina þeirra og við fólum sviðsstjóra og verkefnastjóra að útfæra hann nánar með Janusi heilsueflingu. Mál nr. 2 voru leikskólar Þingeyjarsveitar dvalarsamningur. Fyrir fræðslu og velferðarnefnd liggur til samþykktar nýr dvalarsamningur vegna vistunar barna í leikskólum sveitarfélagsins. Nefndin samþykkti nýjan dvalarsamning vegna vistunar barna og er það vel að fá þetta bara á blaði. Við fengum kynningu á læsistefnu Barnaborgar og Krílabæjar, leikskóladeilda Þingeyjarskóla og auk veggspjalds með læsistefnu þar sem finna má helstu áherslu atriði stefnunar. Nefndin þakkar kynninguna og lýsir yfir ánægju með velgerða læsistefnu og hvetur jafnframt aðra leikskóla sveitarfélagsins til að uppfæra sína læsistefnur ef þörf er á. Þetta var mjög flott læsistefna. Liður nr. 4, það barst tölvupóstur, það grunnskóla Þingeyjarsveitar rannsókn á samstarfi grunnskólana. Fyrir liggur tölvupóstur frá nema í kennaranámi í HA, þar sem rannsókn á samstarfi grunnskólana 3 í Þingeyjarsveit tilkynnt. Niðurstöður rannsóknar verða nafnlausar og órekjanlegar til einstakra skóla eða starfsmanna. Nefndin er afar jákvæð gagnvart þessari rannsókn og óskar svo bara eftir kynningum á niðurstöðunum þegar það liggja fyrir. Númer 5. Rekstrar og fagleg úttekt á skólum. Farið er yfir stöðu rekstrar og faglegar úttektar á skólum Þingeyjarsveitar sem nú í gangi. Sviðsstjóri fór einfaldlega yfir stöðu mála. Báðar þessar úttektir eru bara í ferli og vonast er eftir því að niðurstöður berist fyrir marsfund nefndarinnar. Og síðasta mál dagskrá var trúnaðarmál og eðli málsins samkvæmt fer ég ekki í það. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið, þessa fundargerð? Svo ekki með leyfi varaoddvita af yfirferð þessara nefndar fundagerða. Þá er ánægjulegt að sjá að það er eitt og eitt mál sem týnist í rétta átt. Hvort sem það heitir Janusarverkefni eða sorpmál. Tillaga að bókun varðandi þetta mál myndi vera sveitarstjórn staðfestir fundargerðina, þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókunin sem skefur merkið að samþykkt samhljóða. Liður á nr. 7 er stjórnskipulag Þingeyjarsveitar beiðni endurskoðun. Þann 3. mars 2022 veitti innviðaráðuneytið undanþágu til að fjölga sveitarstjórnar fulltrúum í sameinuðu sveitarfélagi úr 7 í 9. Undanþágan gilti í 2 kjörtímabil.
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum eru sveitarstjórnarfulltrúar að jafnaði 5-7 í sveitarfélögum með færri en 2000 íbúa. Og óskað var eftir fjölgun fulltrúa í tengslum við sameiningu sveitarfélaga til að tryggja breiðari þátttöku og fá sem flesta raddir úr hinu víðfeðma sveitarfélagi, auk þess að stuðla að samfellu milli sveitarstjórnar og fastanefnda. Á 43. fundi sveitarstjórnar 24. apríl 2024 var samþykkt að óska eftir því að fulltrúum yrði fækkað í 7 fyrir næsta kjörtímabil. Rökstuðningurinn var sá að stjórnsýsla og stefna nýs sveitarfélags hefði verið mótuð og því var ekki lengur forsendur fyrir undanþágunni eftir lok yfirstandandi kjörtímabils. Ráðuneytið hefur samþykkt þessa beiðni og verður sveitarstjórnar fulltrúum því fækkað úr 9 í 7 fyrir kjörtímabilið 2026 til 2030. Þetta er í lagt fram hér til kynningar, vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Næsti liður er þessu tengdur. Hann varðar samþykkt stjórn og fundarsköp þingasveitar afsakið. En fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu breyting á samþykktum stjórn og fundarsköp þingasveitar. Breytingin felur í sér að næsta kjörtímabil verður sveitarstjórnar fulltrúum fækkað úr 9 í 7 með breytingum á 1. grein og 2. grein samþyktana. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, því er lögð fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á samþykktum. Ertu að greiða þér eða rétt upp hend? Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á samþykktum stjórn og fundarsköp þingasveitar og vísar málinu til síðari umræðu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skefmerki. Samþykkt samlega. Það er svolítið erfitt að sjá út undan sér þegar. Heyrðu, næsta mál er, númer 9, er viðverustefna fyrir sveitarstjórn. Liggja drög að viðverustefnu fyrir sveitarfélagið. Tilgangur og markmið viðverustefnu er annars vegar að standa vörð heilbrigði starfsfólk með það að leiðarljósi að starfsumhverfi þeirra sé heilsusamlegt og hins vegar að starfsfólk hafi skýra og ákveðna verkferla er að varða tilkynningar, skráningar og viðbrögð við fjarvistum. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta er góðra gjalda vert og þetta er mikið plagg og þetta er það gott bæði fyrir starfsfólk og stjórnendur að allar reglur og rammar séu skýrir. Þannig að ég er nú alls ekki mótfallin þessu en ég hins vegar tel það er mjög mikilvægt að þessast mótendurnir, starfsfólkið, kynni sér þetta vel. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að þetta verði tekið fyrir á fundum stjórnenda viðeigandi stofnunum þar sem þetta á að gilda þannig að við getum síðan fengið aftur til okkar ef að þetta hefur einhverja annmarka. Það er auðveldara fyrir held ég þá sem að eiga að fara eftir þessu að sjá það út hverjir annmarkanir eru heldur en okkur þó við höfum lesið í gegnum þetta. Þannig að ég held að það sé skynsamlegt fyrir okkur að samþykkja að þetta sé sent til yfirferðar hjá starfsfólki. Takk. Vil einhver annar taka til máls undir þessum lið? Eyþór. Oddviti, hérna erum við að ræða drög að viðverustefnu fyrir Þingeyjarsveit. Ég verð nú bara að segja það að eftir að hafa lesið í gegnum þetta þá skil ég ekki alveg tilganginn. Jú, þarna eru atriði eins og það er bara skýrt að hvenær starfsmaður á rétt á launum í fjarveru þegar hann er fyrir til læknis og svo framvegis og hvenær hann á það ekki. En svo eru líka önnur atriði þarna eins og viðverusamtöl vegna skammtíma fjarvista og sem að ég átta mér bara ekki alveg á. Þarna er til dæmis með leyfi oddvita stendur í þessum drögum. Ég leyfi mér umorða með leyfi oddvita. Þá er tilgangurinn að draga úr fjarvistum vegna veikinda meðal annars. Og í samtali og viðtali sem að skal bóka ef að starfsmaður fer yfir einhver mörk í skammtíma veikindum, skammtíma fjarvistum,
að þá mikilvægt að starfsmaður finni fyrir umhyggju í samtalinu og samtalið á að hafa forvarnargildi, en svo stendur hins vegar líka að yfirmaður megi alls ekki spyrja það hver ástæðunar fyrir vandanum sé, sem svo sem alveg skilinlegt, en á sama tíma þá veltir maður fyrir sér af hverju þarf að vera með svona langt og flókið skjal þetta mál. Sko, viðverustefna Þingeyjarsveitar gæti kannski verið svona ein blaðsíða, eins og við töluðum oft á E-listanum, að stefnur ætti að vera stuttar og hnittmiðar, en mér finnst það snúast bara það að fólk eigi að mæti vinnuna þegar það hefur heilsu til þess. Ég ætla ekki að segja meir í bili, ótviti. Með leyfi varaoddvita þá einmitt berlega þá komið í ljós að það æskilegt að þeir sem noti stefnuna fari grundigt yfir hana, og vil einhver fleiri taka til máls þetta mál. Svo ekki, því lögð fram hér til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að viðverustefnu og felur sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að setja hann í samráð á heimasíðu sveitarfélagsins. Sveitarstjórn leggur áherslu á gott samráð og beinir því til stjórnenda að drögin verði kynnt fyrir starfsfólki sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifið merki. Það samþykkt af þeir sem á móti. Eyþór Kári situr hjá, samþykkt þá með 8. Næsta mál á dagskrá verkfallsheimild 2026. Auglýsingum skrá yfir undanþegin störf fyrir sveitarstjórn liggur listi sveitarfélagsins yfir þau störf sem undanþegin eru verkfallsheimild. Þarna að ræða stjórnendur og lykilstarfsfólk stofnana sveitarfélagsins. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, með leyfi varaoddvita, þetta auðvitað bara eitt af þessum skyldugögnum sem okkur ber að leggja fram og birta. Til að bókun hljómar svo: sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi lista og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að senda hann til birtingar í B-deild stjórnartíðinda. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifið merki eða samþykkt samhljóða. Mál nr. 11 varðar atvinnueflingu Þingeyjarsveitar og fjölda stjórnarmanna, en á fundi stjórnar atvinnueflingar Þingeyjarsveitar sem haldinn var þann 30.12.2025 samþykkti stjórn að leggja þá tillögu fyrir sveitarstjórn að stjórnarmönnum atvinnueflingar Þingeyjarsveitar verði fækkað úr 7 í 3 í þeim tilgangi að draga úr umfangi í takt við umfangsstarfsemi félagsins. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, til að bókun hljóðar því svo: sveitarstjórn samþykkir fækkun stjórnarmann í atvinnueflingu Þingeyjarsveitar og felur sveitarstjóra að breyta samþykktum félagsins þannig að stjórnarmenn verði 3 og breytingarnar taki gildi 1. júní næstkomandi. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifið merki, samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar Þorrablót í sveitarfélaginu húsaleiga. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að veita menningarstyrki til þeirra þorrablóta sem haldin í húsum sveitarfélagsins í formi 50% afsláttar af húsaleigu. Orðið laust. Þetta mál. Það vil enginn taka til máls. Já, Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Þorrablót eru vissulega mikill menningarviðburður í okkar samfélögum og já, ég hélt nú einhver myndi mæta upp á undan mér en ég er á þeirri skoðun, og við ræddum þetta mál á fundi, eða svipamál á fundi fyrir ég ætla að það hafi ekki verið í apríl á síðast ári, þar sem var óskað eftir því að við myndum lækka gjaldskrána fyrir eitt af félagsheimilunum
fyrir þetta ár og sveitarstjórn tók ekki hún tók vel í erindið en hafnaði því með 8 atkvæðum. Ég var reyndar ekki á þeim fundi og einhverju fleiri hérna inni sem voru ekki á þeim fundi, en ég var hins vegar sammála þeirri niðurstöðu sveitarstjórnar að þarna eru bara viðburðir sem að fólk sækir og eiga að geta staðið undir sér með miðaverði. Ef að sveitarstjórn vill styrkja það eitthvað, þá það gott og vel. Ég ekkert endilega hrifinn af því, en ég hefði viljað ganga skemur með þessa tillögu, til dæmis með því að fara niður í 25%, gefa eftir 25% af húsaleigu sem menningarstyrki. En ég held að þetta sé ekki hlutverk sveitarfélaga og ég held að við ættum að nota þessa peninga í önnur verkefni sem að myndir nýtast betur fyrir íbúa sveitarfélagsins, til dæmis frístundastyrki eða aðra menningarstyrki. Takk fyrir þetta Eyþór. Vil ykkur annað taka til máls? Árni Pétur. Oddviti ágætt að setjast þarna fólk og þorrablót eru klárlega stærstu einstöku menningarviðburðir sem eru haldnir í sveitarfélaginu okkar. Það ríkir löng hefð fyrir þeim. Þetta náttúrulega óvenjulegt að mörgu leyti. Þetta eru menn kosnir til formennsku til þess að standa fyrir þessum viðburðum. Rússneskri kosningum en hafa lítið það að segja í flestum tilfellum hvort að þeir taki þetta að sér eða ekki. Og í umhverfið það sem sífellt erfiðar að fá fólk til sjálfboðaliða starfs að þá skorast fæstir undan í þessu og þá það svolítið erfitt að það leggist ofan á að einstakir nefndamenn séu fjárhagslega ábyrgir fyrir samkomum að þessu leyti. Mér finnst það eðlilegt að sveitarfélagi styðji við samkomur af þessari stærðargráðu, enda held ég það engin einstakur viðburður sem fleiri íbúar sveitarfélagsins mæta til þess að nýta sér skemmtun sem að fara fram í flestum tilfellum í húsnæði sveitarfélagsins. Ekki að ræða bein fjárútlát, heldur verið að ræða helmingsafslátt af húsaleigu og ætti þá að restin að duga fyrir þrifum öðru á húsinu, þannig að sveitarfélagi hefur ekki beinan kostnað þessu en sannarlega ekki tekjur. Önnur sveitarfélög ganga mun lengra heldur en við, til dæmis má nefna það að Norðurþing að þeir gefa eftir húsaleigu fyrir þorrablót þar. Mér finnst þetta bara sanngirnismál, þannig að við viljum halda áfram að auka vexand þorrablótan okkar og menn geti haldið þau áhyggjulaust inn í framtíðina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vil einhver annar taka til máls þetta? Eyþór. Oddviti, það ef að þessi tillaga sem fyrirliggjandi verður samþykkt, þá velti ég fyrir mig hvort að þeir sem að standa á baki þessari tillögu séu með einhver plön fyrir þau þorrablót sem eru haldin í húsnæði sem ekki einungis í eigu sveitarfélagsins og hvernig það já, ok, þetta var ekki í innganginum, ég sá þetta ekki, það var en það allt í lagi, en ég ætla samt að gera breytingartillögu á fyrirliggjandi tillögu það að styrkurinn verði 25% í staðinn fyrir 50%. Þakka þér fyrir þetta Eyþór. Nú aðeins verið að vinna í því að koma þeirri bókun fyrir.
Nú er gott að geta búið upp á tónlist meðan beðir en það er ekki. Nú getur alveg græja það. Ert þú ekki full færum það? Það er að fara með vísur kannski, gamlar Þorvaldsvísur. Þá við berum hans fyrirgefið, það er Jóna Björk hefur beðið orðið. Já, oddviti. Nei, mér langaði nú bara til þess að fá að taka undir orð Árna Péturs. Það að þessi þorrablót sem eru haldin hérna víðum sveit, þetta er menningarverðmæti sem að ótrúlega mikil þáttaka hefur verið í. Þetta er svona viðburður sem að þarf mikið til að gerist og það þarf ofta ekkert mikið til að skemma fyrir. Þetta róðurinn hefur undanfarin ár verið að þyngist í blótunum, það er alltaf hækki verði og þá er ég ekkert ekki endilega að tala um að sveitafélagi hafi tekið eitthvað sérstaklega til sín. En þetta er alltaf að verða þyngra og þyngra og ég held að sé mikilvægt að muna ég veit ekki til þess allavega að þessi þorrablót hérna í sveitafélaginu séu rekin í einhverju hagnaðarskyni, heldur veit ég ekki annað en að þau hafi öll verið bara snúist um það að halda þessi blót fyrir okkar sveitunga. Og þess vegna hefði ég lagt til að halda áfram við 50% en sem sagt og styð það og legg til að vera samþykkt með þessu 50% afslætti og minni aftur á það sem Árni Pétur sagði áðan að Norðurþing felli niður húsaleigu fyrir Þorrablót til dæmis í íþróttahöllinni þar og annars staðar. Takk fyrir þetta. Einhver fleiri sem vilja taka til máls? Þá með leyfi á aðráðvita. Ég get alveg tekið undir að einhverju leyti með þeirrum rökum að fólk hefur borgað fyrir skemmtanir sína sjálf en ég skal alveg viðurkenna samaskapi þau menningar verðmæti sem felast í þorrablótum þannig að ég styð þetta að við komum til móts með þetta með einhverjum hætti. Það er komin hér Eyþór leggur fram eftirfarandi tillögu. Ég legg til að afsláttur á húsaleigu félagsheimila í tengslum við Þorrablót 2026 verði 25% í stað 50% sem er beðið hér í innganginum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun í sennilega skefimerki. Hún er samþykkt með 3 atkvæðum. Þau sem eru á móti. Það eru 5 á móti, ég ætla að setja hjá. Það er já. Þetta er sérst austanmegin sem er á móti og vestanmegin og endin sem er með. Þú náður þessu Margrét til ekki? Hún er að vinna í þessu. Þá er lögð fram önnur tillaga sem hljóðar svo. Sveitarstjórn samþykkir að veita menningarstyrki til Þorrablótshalds fyrir árið 2026 í formi 50% afsláttar af húsaleigu félagsheimila sveitarfélagsins og í Stórutjarnarskóla og þá verði Þorrablótshald í Kiðagili styrt 50% af húsaleigu. Í framhaldi verði málið rýnt betur og búin til viðmið í gjaldskrá til lengri tíma sem taki mið af menningarlegu mikilvægi Þorrablóta. Þau sem geta samþykkt þessa bókun í sannlega skefimerki. Það er samþykkt af 5 og þeir sem eru á móti það er bara Halli og þá sitjum við 3 hjá Eyþór, Halldór og Knútur. Þetta Nei, ég held áfram, þú kennar þessu. Tökum bara mynd á síman, veistum. Við þurfum að gefa fundarittara andakt. Fundarrittara ber að skrá þetta allt saman skýrt og skorinort. Nei. Rest satt hjá, má ég skrifa það? Halldór og Knútur sátu hjá. Já. Þá ætla ég að hefja hér lestur í næsta máli sem er styrkbeini frá ME-félagi Íslands fyrir sveitarstjórningur, styrkbeini frá ME-félagi Íslands sem verkefnið
börn með ME kynnt og óskaði til fjárstuðningi til verkefnisins. Verkefnið varðar gerð kynningarefnis börn með ME og það sem fyrirhugaðir útbúið kynningarefnis sem geti nýst bæði í skólum landsins. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Með leyfi varaoddvita, þau eru mörg verkefnin og góð og við óskum þeim velfarnaðar í þessu. En tillagabókun hljóðar svo að sveitarstjórn getur ekki orðið við beiðninni að þessu sinni. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Númer 14 fundadagatal 2025 til 2026. Það sem sveitarstjórnarfundur í mars skarast á við ársþing SSNE lagt til að fundur sveitarstjórnar í mars verði miðvikudagurinn 25. mars en ekki fimmtudagurinn 27. mars eins og áður var áætlað. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Jóna? Já, oddviti. Fyrst bara eitt svona praktískt mál að í inngangi stendur að fundur sveitarstjórnar í mars verði, en það náttúrulega við erum með annan fund sveitarstjórnar í mars. Væri þetta þá ekki seinni fundur sveitarstjórnar í mars verði? Sem fyrirhugað var. Já, eitthvað svoleiðis. Bara fór alltaf hugsa hvort það væri alltaf bara einn sveitarstjórnarfundur. En annars ætlaði ég þá bara að segja frá því að ársþing SSNE verður, eða búið að boða það verður haldið á Dalvík í menningarhúsinu Bergi og fyrst að við erum nú búin að koma með tillögum það að færa fund sveitarstjórnar, þá náttúrulega í lófa lagið að sveitarstjórnarfólk fjölmenni, það mega allir sitja á ársþingi, ekki bara þessi fulltrúar sem fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins, það eru yfirleitt fróðleg erindi og góð stemning. Þegar þetta Jóna, einhverjir aðrir sem vilja taka til máls? Svo ekki á með leyfi varaoddvita. Ég hélt þú ætlaðir að skjóta henni í sá ægir sem vitið þau meira og þess að myndum við fara fundin hjá okkur en ekki þeirra sér. En þá er kannski voru. Þín orð, ekki mín. Já, akkurat. Þá lögð fram það tillagan hljóðar svo að fundur sveitarstjórnar í mars, fyrri fundur sveitarstjórnar í mars verði miðvikudagurinn 25. mars en ekki fimmtudagurinn 27. mars eins og áður var áætlað. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki. Samþykkt samhljóða. Seinni, já. Seinni, ekki villi. Byrju fyrir ekki? Þú sagði fyrir. Sagði fyrir? Já, réttarinn fór rétt með þetta. Réttarinn fór rétt með, ok. Þetta sem sagt seinni fundur mars en dagsetningarnar tala sínum máli. Næsta mál hálkuvarnir á þjóðvegum. Það sem fyrir sveitarstjórn liggur svar vegagerðarinnar við erindi Þingeyjarsveitar sem hún sendi ásamt 4 sveitarfélögum hálkuvarnir á þjóðvegum. Einnig liggur fyrir svarinn við að ráðuneytis við fyrirspurn Ingvars Þóroddssonar helmingamokstur á hálkuvarnir lagt til fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur, gjör svo vel. Oddviti ágætt að setjast fólk. Það nú ekki gott að vita á hvaða vegferð vegagerðin eftir sínum eigin annars ónýttu vegum. En þetta svar sem að berst, að ég held ég hafi aldrei lesið lengra bréf af ekki neinu. Þetta eru langloka það að jú, þeim bæri skylda til ef það væri til peningur, sem ekki til þannig að þeim bæri ekki skylda til. Það svona megin inntakið í þessu. En þetta sem sagt langt lögfræðilegt bréf sem að fyrir þá ábyrgð, skrifað á 1-2-3 síður með miklu orðaskrúði. Þannig að ég bara undrast svolítið hver ábyrgð og vegferð vegagerðarinnar í vegamálum almennt í héraðinu, þar sem að þeir eru fljótir að reyna að taka vegi af vegaskrá, vilja ekki stunda hálkuvarnir, þar sem að hálka verður mjög mikil eins og bara núna í vetur þegar svona umhleypingar, þegar myndast svona mikil svell, þá þetta bara mjög nauðsynlegt fyrir öryggi íbúa og vegfarenda.
Þannig að ég ætla ekki að hafa fleiri orð það í bili. Takk. Einhver annar takk til máls undir þessum lið? Jóna Björg. Já, oddviti, Árni Pétur fór svo sem ágætlega yfir þetta bréf, þannig ég ætla kannski ekki að vera að fjalla meira það. Mér langar mér miklu frekar til þess að tala þessa skrýtnu stöðu sem þetta setur okkur sveitarfélögin og ég ætla bara að íbúa við þessa vegi að staða okkar svo vonlaus í þessu. Vegagerðin ákveður hvernig vegirnir eru flokkar og Vegagerðin setur það inn í sína forgangsröðun hvernig framkvæmdir skuli háttað og þar með flokkunum á vegunum og svo eru þeir jafnframt með þessa heimil til þess að geta hafnaði að veita þjónustuna. Ég tel að fá sér til þess betur bæri en að meta ástand vegana heldur fólki sem að býr við þá eða sveitarfélög sem að hýsir íbúana og mér líður bara eins og þetta sé enga veginn í okkar höndum en við erum það fólki sem býr við þetta og íbúarnir hafa samband við sveitarfélagi til þess að láta hálkuverja og óska eftir söndun en þetta bara svo snúið. Ég ekki alveg sammála þessari vegferð og mér finnst þetta svo vond staða fyrir okkur að setja að þetta eru verri vegir sem að leiði það gera það verkum að það minni þjónustu þörf en ef þetta væri betri vegi þá væri betra hægt að þjónusta þetta. Mér finnst þetta bara alveg glata og minni bara aftur á það að þessi vegir eins og Árni Pétur var að segja að þessi malavegir og sem eru þannig í laginu að það hleðst á það klakin að þetta bara ekki fólki upp á bjóðandi. Þetta bara stór hættulegt og það eru skólabílar að fara þessa vegi með börn og þetta ekki hægt og hafna því að segja að það sé vissulega vilji til að gera hitt og þetta en það þurfi til þess að vera til peningar en þau peningar sé ekki til. Þetta ekki svar. Ætli einhver annar að taka til máls undir þessum lið. Þá með leyfi varóðið þá ætli aðeins að nota tækifærið og skýra málið en Þingasveit fór ásamt Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkarhrepp og Svalbarðsstrandarhrepp lögmannsstofu Norðurlands að koma á framfæri sjónarmiðum og kröfum við Vegagerðina varðandi hálkuvarnir á þjóðvegum sveitarfélaganna sér í lagi helmingmókstusvegum. Það sem skilningur sveitarfélagana var sá að Vegagerðin hefði lýst þeirri afstöðu til hálkuvarna að þær væru ekki á sinni umsjá ásamt fleiri sem var tilgreind í þessu meðal annars áhyggjur af öryggismálum varðandi skólaakstur og því slíkt. Svo kemur þetta ágæta bréf frá lögmanni Vegagerðarinnar þar sem að kemur fram að Vegagerðin kannast ekki við að hafa lýst þessu yfir og þeir taka undir ábyrgð sína þó með þeim formerkjum eins og Árni Pétur nefndi hér áðan að það færi eftir fjármagnið sem fengjum. Við sem búum hér í sveitarfélaginu erum alveg meðvituð að það ekkert endilega kannski ódýrt að búa hérna og við sjáum hins vegar alveg tækifæri til þess að haga kannski viðhaldi þannig að það sé eins og Jónar benti á kannski væri að finna einhverja leiðir til þess að gera þetta ögn betra en ljóst af þessum samskiptum og þessari við höfum á okkur hafa bulið bréf varðandi afskráningu vega og hitt og þetta og svo þegar maður leitar á vegaskrá þá eiginlega erfitt að finna það hvaða vegslóðar eru hvar. Þannig að mér langar til að hvetja Vegagerðina kannski til að uppfæra kortasjá sína þannig að það sé auðveldlega hægt að fletta upp vegi og sjá hvar hann flokkaður til að skýra málið og svo þarf einhvern veginn að koma þessum samskiptum aðeins betur fyrir svo með í standa þessu með sem bestum hætti og við þurfum kannski einhvað í framhaldi að velta fyrir okkur hvernig við getum átt betra samtal við Vegagerðina en þetta sameiginlegt markmið okkar að vegir séu sæmilega í lagi. En vandi þeirra ærin og ég ekkert ekki lítið úr honum en okkur langar hins vegar að sé sæmilegt að keyra og bílarnir okkar fari ekki alveg í spað. Heyrðu, þá ég hættur þessu masi þá liggur fram þetta var lagt fram til kynningar en þið var ekkert að greiða neina atkvæði með þetta. Heyrðu, næsta mál þá fjárhagsáætlun 2026 viðaukar fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 1 við fjárhagsáætlun 2026 viðaukinn snýr að aukningu hlutafjár Þingeyjarsveitar í Nýsköpun hf en sveitarfélagið á forkaupsrétt að 786.844 hlutum í félaginu
á nafnverði krónur 11.802.161 króna samkvæmt samþykkt hluthafafundar 18. desember 2025. Viðaukinn verður fjármagnaður með handbæru fé. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2026. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar Iðnbæ EHF slit, en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga slit á félaginu Iðnbær EHF, en þingaði sveit á 38,9% hlut í félaginu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur lögð fram hérna svo tillaga að sveitarstjórn samþykki tillögum slit á Iðnbæ EHF og felur sveitarstjóra að boða til hluthafafundar í Iðnbæ EHF þar sem slit félagsins verði sett á dagskrá. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar Laugafisk vöktunaráætlun. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar vöktunaráætlun vegna fráveituvatns sem rennur út í Torfadalstjörn. Vöktunaráætlunin unnin af VFSO ráðgjöf í tengslum við endurnýjun starfsleyfis Laugafisks. Einnig til afgreiðslu beiðni Samherja Ísland EHF að gerður verði sameiginlegur samningur Þingeyjarsveitar og Samherja við Náttúrustofu Norðausturlands framkvæmd mælinga samkvæmt vöktunaráætluninni. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir tillaga bókun þar sem sveitarstjórn samþykkir að gerður verði sameiginlegur samningur Þingeyjarsveitar og Samherja við Náttúrustofu Norðausturlands framkvæmd mælinga samkvæmt vöktunaráætluninni og felur sviðsstjóra umhverfis og framkvæmda sviðs að vinna málið áfram. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki og það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 19 þjónustustefna, en fyrir sveitarstjórn liggur til annarar umræðu þjónustustefna sveitarfélagsins samkvæmt 130. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Þjónustustefnan var í opnu umsagnarferli til 17. janúar en engar umsagnir bárust. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Því liggur hér fyrir tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir þjónustustefnuna og felur sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að birta hann á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki, það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 20 á dagskrá 2G og 3G útfösun staða. Á 25. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi lokun 2G og 3G farsímaþjónustu. Nefndin lýsir áhyggjum af fjarskiptasambandi í sveitarfélaginu. Mikilvægt að öruggt samband sé fyrir hendi þannig að ávallt verði hægt að ná sambandi við neyðarþjónustu. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að boðaður verði fundur með fjarskiptastofu þar sem farið verður yfir þessar breytingar og með hvaða hætti hægt að forðast það að rof verði á sambandi í sveitarfélaginu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Oddviti á geta sveitarstjórna fólk. Þetta veit ég það að tækni fleygir fram og allt það, en þetta hins vegar dálítið mikið frumhlaup finnst mér. Það náttúrulega orðið þannig að þegar öll dreifing farsímamerkja orðin á einkamarkaði og enginn sem hefur virðist vera sérstaka skyldu við að halda okkur í símasambandi, þá auðveldar það ekki búsetu hér eða öryggi íbúa. Og við náttúrulega höfum öll fundið þetta sem hér búum að farsímasamband hefur bara veikst mjög mikið og við erum náttúrulega búin að eiga fundi og það hafa flest held ég dreifbýl sveitarfélag á landinu haft þetta mál á sínum höndum og verið að senda athugasemdir og við það gerist nú eiginlega ekki neitt. Ég smelti á einhvern knapp til þess að tilkynna að það verið lélegt samband heima hjá mér og svarið segir það í raun og veru að mér lofað að það verið gert ekki neitt. En ég ætla nú samt sem áður að hvetja fólk til þess að nýta sér annan hnapp vegna þess að eftir því sem heyrist í fleirum það að sambandið sé lélegt að þeim meiri líkur eru á því að eitthvað verið gert.
og svo þetta fagna ég því að við ætlum að reyna að eiga fund með fjarskiptastofnun það hvernig sé hægt að bregðast við í þessu máli. Þannig að þess að það alveg ljóst að ef að þú setur upp senda sem að hafa hærra tíðnisvið og þá verður dregnir að minni. Þannig að þá hlýtur að þurfa að fjölga sendum til þess að koma til móts við það að dekkunarsvæðið styttist eða minnkar. Og svo veit ég ekki hvort að þetta einhver alþjóðleg löggjöf eða hvað menn gera, en ef maður fer inn á símann til dæmis og að skoða dekkunarkortin, að þá eru þau ekki í neinu samræmi við það sem að gerast í raunheimi. Það ekki farsímasamband, það sem stendur inn á kortinu að sé farsímasamband. En aðferðafræðin þeirra það að ganga með 2 metra prik með loftnet á toppnum og mæla símasambandi þannig. Sem þýðir það ef það veikt að þá leiðu að komin í skjól við hól eða hús og þá ekki samband lengur. Þannig að mér finnst þetta ekki gott hvernig þessar mælingar eru framkvæmdar og í raun og veru villandi. Takk fyrir. Takk fyrir, vill eitthvað annað ykkar taka til máls? Takk Nýldur. Hvað? Þú fleis? Nei, já bara eitthvað. Það ekki að hana hvernig. Já, takk Oddviti. Mér langar nú kannski bara að byrja að taka undir með Árna Pétri að það frábært að við fáum þennan fund með fjarskiptastofu. Ef þið farið inn á fréttina sem að fjarskiptastofa setur inn 18. desember, ég vil bara fá að lesa nokkra setningar, bara til að vekja okkur til umhugsunar hvernig það verið að tala þetta. Stofnunin telur að þetta sé alvarlegt öryggismál sem þó snertir aðeins takmarkaðan hóp notenda. Næsti punktur. Við 112 reiki á 2G og 3G kerfum annars fjarskiptafélags, þarna verið að tala Sín, Síman og Nova, ef eitthvað þeirra úti þá á að fara inn á annan, sem kallað neyðareiki, staðfest að lengri tíma getur tekið hann á sambandi. Þessi tími getur verið frá nokkrum sekúndum upp í 10 sekúndna í versta tilfelli. Það getur mögulega lýst sér þannig að hringitónn heyrist ekki á þessu tímabili. Og 3. punktur, langflestir notendur munu ekki verða fyrir áhrifum. En hérna langar mér samt að benda á hversu margir ferðast í þjóðvegi landsins, þannig að þetta nú svolítið stór hópur notenda samt sem áður, þó að sé vera að horfa þarna kannski á kyrrsetu einhvers fólks. Og ég tek undir með Árna, ég held að langflestir hljóta hafa orðið var við það að símasamband hérna hefur versnað bara talsvert og ég held að það gæti nú kannski ekki endilega versnað á sömu stöðum. Þannig að það þetta bæði við á heimilum og þjóðvegi 1, nú allt í einu eiginlega ekki hægt að tala í símanleginn frá Akureyri vegna þess að það dettur út allt í einu á 2 stöðum í Ljósáskarði og einhverjum fleiri stöðum. Þannig ég spyr bara, ásættanlegt að við höfum ekki aðgang að farsímakerfi á heimilum eða á vegakerfi? Ég ætla bara svona að lokum að hvetja alla til að nýta sér að setja nafn, að skila inn hvað heitir þetta? Kommenti, athugasemd á nafni sem Árni Pétur talaði um. Takk fyrir, vil einhverju fleiri taka til máls? Þið Þór. Oddviti Árni Pétur segir að tækni fleyti fram, sem alveg rétt. En einhvern veginn hefur það þau áhrif að við búum við verra samband. Og ég ekki að setja út á ræðu Árna Péturs, alls ekki, heldur í sammálunum. Og maður finnur bara fyrir vanmætti gagnvart þessari þróun að það sé verið að útfasa 2G og 3G og það kemur ekkert í staðinn. Og það bara, ég held að ein af opnið okkar núna séu þessar tilkynningar til fjarskiptastofu og þess vegna bara hvet ég til þess að við beinum því til starfsfólk sveitafélagsins að dreifa þessu sem víðast á Facebook síðum sveitafélagsins og heimasíðu og svo framvegis. Af því að ég veit að fólk hefur aðeins tekið eftir þessu og hefur að spyrja hvar sé hægt að tilkynna þetta, af því að það heyrði einhvers staðar að það væri einhvers staðar hægt að tilkynna eitthvað en veit ekki hvar. Þannig ég held að það sé að gera að við setjum þetta inn á Facebook og Instagramið og dreifum þessu. Af því að þetta held ég eina af opnið okkar, allavega eins og staðan núna. Eitt hvert já, Árni Pétur.
ætlar að sína. Báttið til og geta að setja stund á fólk. Sko, mér langaði bara að lesa fyrir ykkur svarið sem ég fékk, þannig finnst það svolítið skondið. Þar stendur, sem sagt frá Fjarskiptastofu: allar ábendingar sem á okkur berast eru skráðar og miðla áfram til viðkomandi fjarskiptafyrirtæki til skoðunar. Stofnunin hefur eftirlit með að fyrirtækin uppfylli þar lágmarkskröfur umútbreiðslu og þjónustu sem settar eru í útgefnum tíðnileyfum. Hins vegar getur Fjarskiptastofa ekki skylda fjarskiptafyrirtæki til að auka dreifingu eða bæta þjónustu umfram þau skilyrði sem gilda samkvæmt fjarskiptaleyfum viðkomandi þjónustuaðila. Þetta bregður manni aðeins þegar maður fær svona svar sem manni finnst segja að það ætli ekki að gera neitt, og það kemur inn á þetta sem ég var að tala áðan með hvernig þessi dekkingakort eru búin til. Að þá segja menn, jú, það víst símasamband með 2 metra stöng með loftnettón á. En hins vegar að þá vil ég bara taka undir orðið Eyþórs að hvetja fólk til þess að skila þessu, en ég held að það sé í raun og veru sterkast ef það kemur svolítið holskefla frá íbúum af ábendingum inn til Fjarskiptastofu það að farsímasamband hafi rakað. Takk fyrir. Milli annar taka til máls undir þessum lið. Þá með leyfi var að oddvita, þetta auðvitað ekki gott þegar lögð eru niður kerfi sem virka og eitthvað annað kemur í staðinn. Þó svo við getum kannski hort betur á Netflix, við erum ekki að hugsa það, við erum að hugsa það að ná sambandi við björgunaraðila og geta að tala við fólk og leita aðstofar og þetta snýst öryggi ekki síst, ekki upplausna og myndböndum. Ég stundum tala illa þessi kort sem eru höfð dreifingu farsíma farsíma útbreiðslu og haft það orðið að þetta sé eins og api með varlit hafi fengið kort, en það ekki fallegt að tala svona vel illa appana því að þeir geta ekki varið sig. En þá komið hér til að bókun sveitarstjórn tekur undir áhyggjur atvinnu- og nýsköpunarnefndar og felur sveitarstjóra að boða Fjarskiptastofu á fund sveitarfélagsins. Jafnframt eru íbúar hvattir til að tilkynna slakt farsímasamband til Fjarskiptastofu gegnum hlekk á vefsíðu stofunnar, og hér liggur inni hlekkurinn sem hægt að klikka á sem vonandi birtist þá í fundargerðinni. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. 21 Þingeyjarsveit hvatti rafrænn frístundastyrkur. Á 28. fundi Íþrótta- og tómstunda- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað varðandi innleiðingu rafræns frístundastyrks. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gengið verði til viðræðna við afleirum innleiðingu rafræns frístundastyrks og hann verði innleiddur sem fyrsta árinu 2026. Rafrænn frístundastyrkur mun auka nýtingu styrksins og einfalda utanumhald fyrir bæði notendur og starfsfólk sveitarfélagsins. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá lögð fram tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að gengið verði til viðræðna við afleirum innleiðingu rafræns frístundastyrks. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Mál nr. 22 Þingeyjarsveit samningar við ungmenna íþrótta- og æskulýðsfélög. Á 28. fundi Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað varðandi drög að samstarfssamningum við íþróttafélög í Þingeyjarsveit. Verkefnastjóri lagði fram drög að samstarfssamningi. Nefndin leggur til smávægilegar orðalagsbreytingar en samþykkir drögin að öðru leyti og vísar þeim til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, því lögð hér fram tillaga bókun. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að yfirfara drögin og leggja þau fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá mál nr. 23 sem varðar moltugerðarvélar. Á 32. fundi umhverfisnefndar sem haldinn var 15. janúar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi moltugerðarvélar og útdeilingu þeirra til íbúa í sveitarfélaginu. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að útdeilingu vélanna hefjist sem fyrst. Einnig samþykkir nefndin að lægsta tilboði sem barst í flutning véla verði tekið. Vill einhver taka til máls undir þessum lið?
Svo ekki. Tillaga bókun hljómar því svo: sveitarstjórn tekur undir að mikilvægt sé að hætta að urða lífrænt sorp og koma moltugerðar vélum í notkun í sveitarfélaginu sem fyrst og felur umhverfisnefnd að útfæra næstu skref. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þetta bara eins og morgunleik komið hérna. Mál nr. 24, Kvenfélag Mývatnssveitar, Þorrablót í Skjólbrekku, tækifærisleyfi fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar jákvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Kvenfélags Mývatnssveitar tækifærisleyfi vegna Þorrablóts í Skjólbrekku. Þetta hér lagt fram til kynningar. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þetta hér lagt fram. Mál nr. 25 varðar Dalakofan og Laugum, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar jákvæð umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs vegna umsóknar Dalakofans Laugum EHF veitingaleyfi. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þetta lagt hér fram til kynningar. Mál nr. 26 veiðifélag Fnjóskár aðalfundur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar veiðifélags Fnjóskár fyrir árið 2024 sem var haldinn 27. nóvember síðastliðinn. Vil einhver taka til máls undir þessu? Svo ekki. Þetta lagt hér fram til kynningar. 27 samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, fundargerðir 2000 fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir 78. og 79. fundarstjórnar SSNE frá 3. desember og 8. janúar síðastliðnum. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Þetta hér lagt fram til kynningar. Fleira ekki á dagskrá og fundi slítið. Takk fyrir góðan fund.